Herru Tryggvi, Mjög víraðir. Tryggvi, Já, velkomin til okkar í þvottahúsið. já, þakkar. Það sko eins og við séum núna komnir hálfgerðan hring. Já. Því að sko þegar við fórum að stafa þessa hugmynd fyrst, ekkert tíma bara síðasta haust, þá varst þú einn af þeim fyrstu viðmælandum með ekki sem að svona komu upp og ég fór að hafa samband við þig mjög snemma í prósessnum. Þú meinar? Við erum búin að vera í svona, einhverjum svona samkurli með þetta, svona eitthvað annir nátt, alveg bara í marga mánuði, sko. Já, ekki. Sko, ég lít nú að þannig að, þú veist, það kvantum kjaftaði, sko. Já. Það er engin aðskilnaður, sko. Nei. Og svo sko þannig að við erum búin að vera í, segi stríði hérna á Íslandi, mjög harfilegu, síðan víkingum komu, 800 og eitthvað. En áður vorum við sko mjög sterkar fjölskyldur og þá voru fjölskyldunar sko, hver og einn fjölskylda hafði ákveðin svip og bara ræktast svo lengi. En þegar stríðsliðið kemur þá splundrast þetta í allar áttir sko. Og þá erum við með svona, þú veist, ætt. Við erum með okkar ætt sem og ég sé allir sem ætt, í minni ætti þá voru allir með svipaðar hendur en við erum samt mjög ólíkir. En ef ég hef verið þessara fornu ættina fyrir víkingatíman, þá hefur allir verið mjög svipaðir. Og þá var telepatía rosalega sterk. Já. En svo þegar þetta splundrast svo neð, þú veist, sumir fara til, þú veist, austurs og aðrir til vesturs, og sumir langt og sumir stutt. Þá erum menn að hitta svona eiginlega svona bræðrakyn sem eru með telepatíu til á þess að eiginlega vita að því. Það sko, þegar ég fór að hafa samskipti við þig fyrst þarna í gegnum Messenger, hann á internetinu, þá fór ég bara í einhverja kosmíska gæsahús. Ekki? Ég fekk bara gæsahús, ég fann fyrir tengslum bara strax við þig sem ég get ekki alveg útskýrt. Sko. Mér finnst það þess að við séum með einhvern veginn svolítið svipaði karakter, svona hauskúpan svolítið einhvern veginn skild þegar ég horfi á því sko. Já, það getur verið. Að það sé einhver hérna gen sem tengist þessum þá vorum við frændur gemdi ég halda sko. Frá því fyrir víkingatímar sko. Krumlur. Já, ég tók þetta eftir í aðans. Þetta er eitthvað ættareinkenni. Smá hramma, sko. Kemur þetta sér ekki vel þegar þú ert út í kuldanum? Þetta er náttúrulega, ég hef ekkert verið í grjótinu á þann tíma, þannig að þeir eru ekki eins trölllegar eins og það getur verið sko, ef maður væri að vinna. Snillingur í að hlaða, hvað var það? Ég var í því sko. Torfhræðslu. Byrjaði rétt 81 og var í því alveg til 90 og eitthvað, 90 og eitthvað. Stundum hef ég haldið að ég hef verið 19 ár í þessu, en ég hef náttúrulega verið lengur sem ekki. Varstu eitthvað í grjótleðslum líka? Grjót og torfi sko, þessu sem tengist torfbænum. En sem við vorum með eitthvað svona þema hérna, við vorum alltaf með eitthvað beinagrind sem við getum fyllt eftir svona. Já, ég er líka með hérna alveg að fína beinagrind en sko, þetta er náttúrulega bara kjaftaði sko, þetta er eitthvað svona óraleiki í manni. Hvað á maður að tala um? Það er líka þetta að maður vil hafa þetta svona svolítið skipulagt og vel hugsað. Og þá skrifa ég hérna voðalega flottur sko einhverja punta og það er sem að ég sko hef legið yfir má segja ég myndi segja að ég sé komið frá og ég held að við séum öll sem eiginlega komið frá svo brotnum fjölskyldum alkóhólið hefur eyðilagt alveg rosalega alveg aldaraðir samskipti og kallmenn hafa verið mjög erfiðir dominirandi yfir þessum konum að þetta þau eru allir með svona sár dominirandi konum og börnum og fyrir vikið og dýrum og öllu já og fyrir vikið sjálfum sér líka sko já og við sjálfum sér vikið að þetta kemur með þessum vikinga sko ef maður ætla að fara hrætt yfir sögu það er náttúrulega þetta er vonlist að alltaf sér að ná með orðum utanum það sem gerst hefur, en þetta er verið næstu í svona orðinu, svona symbol. Maður erum að reyna að ná eitthvað utanum og þá er það sko, þessi ég kannski kalla sko að frumundar hafa skynsemi, inn í okkur er skynsemi og þá þegar við heyrum sannleikann, þá finnum við það gegnum allan líkamann einhvern veginn. En þegar það er eitthvað lygi í, þá finnum við að þau erum eitthvað óviss sko. En þetta er auðvitað, myndið ekki verið að tala mjög vísindalegt sko, en þetta er það sem ég kalla, sumir kalla common sense sko. Já, fyrir eftir hvernig skilgreinir vísindalegt. Sína eigin sko, sem sagt, skynsemi.
En svo að saga lífsins sko þetta að við haldum að við séum svo ofsalega spes en við erum bara nákvæmlega eins og hinn dýrin og rauninni þetta gífulega mikið sleggja á okkar ego að fá svona framan í sig sko að einhver vennileg patta sé bara og ég er merkilega svo við sko en þetta var alveg heilsusamlegt að sökka sér niður í þessa hugsun og þess að það er oft, þú veist, Jesús sagði að þú veist, börnin kemist til himnaríkis og veist, og þetta þú veist, eins og hérna dýrin, sko, að násandi dýrin og allt hitt lífríkið, þá þarf maður að vera svo egolaus einhvern veginn. Alveg bara, þú veist, Er fuglinn egolaus? Já, hann bara svo heilagur eins og þrösturinn svo heilagur í sér, hann með svo hátt siðferði, þú veist að það bara þetta að alveg börnin svo heilagt og veist og þau elska þetta svo mikið sko og hann má ekki trufla þau veist, og þá verður þröstar mamman reið sko ef maður gerir það og hún alveg rétt fyrir sig þar. Það ekki ego, hún bara í heilugum ferli sko. En almennt séð þá þau bara gera það allt svo rétt sko, þau ekki með hlutadýrkun með þetta lilla hreiður og skilja ekkert eftir sín ein vandamál og lifa bara alveg eins og vatni sko, eins og við eigum að gera allt saman sko. Og þess vegna er þetta svo flott frá Jesú að tala sko, við erum að vera svo fuglar heimsins sko, að í þessari Jesú sögu svona margt fallegt þó hún sé orðin svolítið blendin en það er þetta að við fólk fjall fyrir Jesú af því að hann þessi eins og svona, þessi góði hirðirinn sko, hann svo góður lömbin, hann gefur, ef hann á 2 sloppa, hann svona góður bróðir, og gefur hann bróður sinni sloppin, hann ekki, ég eitthvað merkilegt sko. Þetta fjallum menn fyrir, af því að þetta finna menn að eitthvað rétt sko. En svo var hann kannski notaður hann í pólitískum tilgangi, má segja ekki hann Róm og Míslet og það var flókið. En svo að ég held að hann sé byggður á öðrum, þess vegna var hann líka svona vinsæll. Jesú. Og það er þessi svo kallega Ósiris sko. Ósiris var drepinn af Seth, segir sagan. Seth var svo afbrýðisamur. Ósiris var sko, sem leka harpuna og hann var svo jókarnir sko, gúruarnir að menn koma til hann sko, af því að hann var svo, með svo margar góður hugmyndir og fallegur og skemmtilegur og allt þetta, kennarinn sko. En og það sett öfunda hann sko, hann var svona eitthvað þungur og sem sagt síðan drepur hann, lætur drepa og drepur hann, þetta er eiginleg saga sko af því að þetta sjá hann á svo mörgum stöðum og svo gaman að Hvar var þetta? Já, er þetta fyrir Krist? Já, þannig er þannig sko Ósiris og Seth, það er miklu heldra sko. Kristur er bara eins og þema, hann kemur fyrir sko líka hérna hjá hvað heit það hérna sem Rómverjar dýrkuðu svo mikið hérna Adonis eitthvað að hann líka var svona náungi sem var drepinn og alls konar geldingar í tengslu við það líka sko af því að það er einhverja mítan sektarkennd sem kemur upp í mönnunum sko að heyra söguna en sem þetta að þetta er þá ekko sko, það er minningin þetta Ósiris sem við myndi ég segja seiðmaður norðursins sko. Seiðmaður sem kemur á norðri og Seth er aftur sko, kemur aftur fyrir hérna hjá Gilgamesh og þeim. Gilgamesh er sko sonur gyðjunnar í Úr og hann voðalegur svoli, hann drekkur brennivín og notar alls konar sveppi og hvaðina og nauðgar bæði konum og köllum þetta hóp nauðganir sko, þetta svona gengi sem fer Úr. Í hvaða tilgangi? Hann var bara brjálaður af egoísk, hann var svona gyðjunnar, hann gat allt sko og hann var sterkur og mikill og hann var sem sagt ósigrandi sko og hann var óðífur alla, psykopat og þá var það hann reynt að fá það er kallað í seiðmann norðursins, hann er kallaður Enkidu þessari sögu og það er gáð því að Gilgamesh er búinn til þess að saga, til þess að réttlæta þennan dólg sem tók yfir. Að þannig er Enkidu að gerður svona, hann er bara villimaður, sko, gengur nakinum í skóginn og talar í dýrin og það gera þeir að svona, hann er lítill, hann er heimskur, hann er frumstæður. En Gilgamesh er educated sko, og ofsalega siðmenntaður.
en það allt saman í rauninni öfugt sko að hann kemur úr þessu hreina sko, hann getur talað við dýrin, hann nakinn í skóginum, en þá senda þeir þessu sérstaklega konu sem þá ýmist séð sem í sumum sögum mjög heilög og þetta verður ægilegt ástæðendur hjá þeim, þessi kona og Enkidu, en hún sendir þess að tæla hann til úr sko, að tæla hann til þess að hann dýni við Gilgamesh. Þetta bara eins og Búdda undir trénu, þegar verið að ná honum úr samandi eða koma honum undan uppljómun. Já, koma honum út úr uppljómun. Altså þegar Mara kemur. Þegar hann fer til þessar konu, þá hætta dýrin treysta honum. Þau verða hrædd við hann. Já, einmitt. Að þegar hann liða hann fyrir að díla þessu konu sko. Og hann verður ógulega hrifinn af þessu konu, veit ég hvað, eða allan þegar hann kemur til úr, þá sigrar hann Gilgamesh, en í sögunum Gilgamesh það alveg til eins og það var í jafntefli sko, að það Gilgamesh sem hann lætur segja söguna eftir á sko. Hann lætur drepa Enkidu setna sko. Þess að Enkidu sigrar hann, en þá verður Gilgamesh ógulega hrifinn af hann sko, og hann vil endilega að þeir verði fóstbræður og hann dýrkar hann alveg svo bad sko. Og þá fer Enkidu að treysta honum sko, og svo fara þeir, hann Gilgamesh tælir hann í að fara út allt og fremja alls konar tabú, fara yfir tabúin svo, fara og eyðileggja skóginn á Humbaba, drepa Humbaba, þetta var, Humbabi var hver? Humbabi svo sem vernda skóginn. Og við sjáum að allir skógar eru horfnir, hinn miklu setrisviður í Líbanon, allt horfið, bara eyðimerkur út allt, það er búið að eyðileggja allt þarna, þetta er það sem maðurinn gerir, hann eyðileggur allt, sko. Hann tekur. En svo þetta að síðan sko Enkidu kennt allt sko, en þetta sami á Loki sko, Loka kennt allt, Óðinn sko, þessi Gilgamesh sko, legarinn, hann sem kallast sig skáld sko, og refurinn sko, svo sem Ræn stelur öllu sko, hann stelur skáldaðminn, hann stelur viskunni, og hann stelur með hans frá, Enkidu var hins vegar, þegar löngu áður gerðu strákarnir byltingu gegn konunum. Þeir voru lengi vel bara alltaf að veiða og stelpa þess áþorpin og þróuðu tungumáli sko, með því að það voru alltaf að tjekka sko, er þetta alveg gott, er þetta gott, en strákarnir voru alltaf þögninni sko, í veiðinni og svo komu þeir bara í sánunni hjá stelpunum og ægir þjör sko, og þá elskuðust þeir og þeir vissi ekki að sæðið væri aðalmálið sko. Þeir voru bara kjærlingarnar komið svo með börnin út úr þessum jarðhýsum sko, og svo móðurinn hefur fætt þau sko. Og það mæðurnar sem eru guðir, þeir eru svona til aðstoða. Og þeir eru alveg bara, vá. En að þetta sko, þetta fær maður með því að skoða allmis og kemur innsægi þetta hvernig þetta ástand var áður en að Enkidu er drepinn eða Ósiris. Að þá var það sko kona sem heitir Marija Gimbutas, með jóði, Marija, hún er frá Litáen og hún var fyrst prófessor í þjóðfræði og var að kynna sér allt og að safna söngvum alveg bara 14 ára sko, fyrir ekki allt þetta heilagasta í Litáen og þessum fornu hefðum sem að koma allt frá þessum móðum tíma. Af því að hún fer síðan, svo kemur á Þjóðverðarnir yfir, hún þarf að flýja, þá fer hún til Þýskalands og þar lærir hún sko samanbara og tungumálafræði og er prófessor þar líka, svo þegar Þýskalandi þykir þá fer hún til Ameríku og lærir fornleifafræði. Og svo fer hún til nálægt Grikklandi og Makedóníu þar og grefur upp og fer niður fyrir þetta lag sem er sko 5.000 fyrir tíman. Það sem áður siðmenningi byrjar sko, innan gesalappi siðmenningina því að það er alveg öfugt. Og þar sér hún að það er sko menning sem liggur hérna sem er sko friðsam, það er engin vopn, það er ofsalega við leirkjær, listir á leirkjærunum, það er sem sagt engin yfirstétt, engin undirstétt, það er engin svona sett ykkur flottir stalir, heldur var allt saman einhvern veginn voðalega mátarreitt og fallegt. Að þarna er fólk sem að stundar dansa og söngva og það er engin yfirstétt, undirstétt, þetta er og þetta er sko Mohenjo-Daro á Indlandi það er það sama, þetta er samskonar að hún finnur sko
400 styttur af konum með brjóst og mjaðmir en engin tippi, engin síva líkniski, ekki neitt sko. Við erum alltaf að segja, síva svo gamalt sko. En sko síva þessi blekking að það sko, síva ímyndin búin til af Enkidu, grunnurinn, en síðan stelur sko Gilgamesh, Óðinn, stelur þessu og þykist vera sko, þá verður þetta svo falskt sko. En hvar var ég? Já, það var síva, já, hvað var ég að segja? Brjóst. Já, brjóstina. Nei, engin tippi. Engin tippi, sko, engin síðan hvernig stendur á þessu, og svo, María svo klár, sko, af því hún var þjóðfræðingur líka, sko, að hún sér sem sagt að hofinn og all þessi menningar sem á Írlandi, þetta mikla þessi dalur rétt á ánni, það sem öll þessi hof eru, jarðhýsin, að hún búin að segja þessu, sko, þetta móður kviðurinn, sko. Og þegar þarna innir sko 3 kellingar með botta, þegar allar stelpunir sem þurfa að fæða, það allar sko, allt þetta gerist eftir ákveðnum háttum, það bara mitt sumar, þessu 21. Til 24. Þá tíminn frjósemistími þess sem konurnar eiga að verða óléttar. Og þá það sérstaklega síðið sko, hvernig strákarnir eiga frá ákveðnar konur sem eiga að fá að vera óléttar og strákarnir þurfa að sýna sig hvað þeir eru flottir. Hún velur sér sem mann sko. Að þetta síðan kemur barnið vorið og það dekið út úr þessum hofum sko, það er að fæða. Það sé að út úr þessum móðurkviði koma öll börnin, út úr móðurinni miklu, svo þegar við degjum, þegar við getum sagt, nú mér líkamann orðinu gamall, ég myndi fá nýjan líkamann, geng bara þarna inn og segja, Dörfur, nú vil ég fá nýjan líkamann, ég er á leir á þessum. Allt var bara, við vorum bara fjölskylda, við vorum bara eins og einn hugur, við að venda þetta tré, þessa ætt, sko. Og sagt, nú erum við aðskild. Já, sko, við vorum svo samtengd að, ef einn hugsaði eitthvað, þá hugsaðu allir, sko. Það var svo mikið telepati sko. Einingi var svo mikið, allir þessi söngvar frá Indlandi og þessi hringdansar, leifar í Færeyjum. Þetta allt saman sko, leifar að þessu rosalega dýrkun á sólargyðjunni sko. Sólargyðjan konan, eða kona sem valið með ákveðnum sinjanda, það er þessar 3 sko, unga stúlkan, miðaldra kona sem að eignast börnin og þessi gamla svart, rautt og hvítt sko. Það er þessi að þetta svona eins og meistara dæmið að meistarinn þessar 3 eru alveg þessar sko og það er að styðja hvar aðra að þessar þessar, já þess að ég er að tala um þetta að við erum að tala um þetta að við komum þarna inn í hofið, að þeir sem deyja, þeir fara þarna inn í hofið, inn í þetta mikla jarðhýsi og það er enda sko aðeins variasjóna, það var ég held að Stonehenge hafi verið svona opið, hafi verið með torfi sko í svona hring og svo opið og þar hafi sem sagt verið gardur þar sem að kjötið var tekið af og gefið fuglum. Var á fuglum, við vorum mynda hringrásinu, alltaf þessum hringrásinu, gefa, þessum við þykjum, gefa, þykja. Og beinin voru mulin niður í einhver kér, þar sem að, við erum öll eitt, sko, við erum sama veran, sko. Sem við berum saman grafir eftir 5000, eða þessi stríðsmenning kemur, þá eru grafirna fullar af manni, sko, sem eru með vopn, sko, og þeir eru að segja, þarna eru þrælarnir mínir sem ég rændi við Svartahafið og þarna allt gullið mín og konundar, sko, þetta er þetta rosalega ego sem kemur með stríðinu og þessu, en áður fyrir vorum við svona eins og eitt, sko. En það er þá einhverju foringjar, það er einhverju foringjar í hverju en kemur egoðu með stríðinu eða kemur stríðið með egoðu? Já, sko, nú förum við í náttúrufræðina að þá þurfum við að skoða apana að það er þessir simpansar þeir eru bornir saman við hina apana, hvað er þetta nú hérna? Arangútana? Þessir sem eru alltaf að elskast hérna. Davíð, þú lítur að veita það? Nei, er það bavíans? Nei, hvað er það, góðan orangútar? Nei, það er hérna hausina mér er svolítið skrítinn Simpansar? Simpansar?
Með simpansar eru þannig að kallarnir eru þar dóminandi og þeir vaða alltaf áfram og taka allt næringu þannig að kettlingarnar þurfa að fara inn í skó og alltaf einar þegar að finna sér næringu og þeir eru svona aggressífur og þeir geta kjöt og drepa. En þessir bónóbó eru þannig að kallarnir eru eitthvað aðeins rólegri. Þegar ekki koma nýjir einhverjir þá sínaði tennar en þá eru kettlingarnar í hóp, þetta er miklu rólegri að þær eru í hóp að tína sér matinn og þær fara að ganga þessu nýja og fara að tína lýsar á honum og róa hína kallana sko. Að konur geta staðið einhvern veginn saman og það myndar einhvern veginn allt verður svona það er svo að sé allir að launa hver öðrum með elsku að þarna er svona matriarki fílarnir eru matriarkar og þá er það kallarnir, þeir eru alltaf einir og ísbirnir eru líka alltaf einir kallarnir að þeir eiga að vera þarna slást og þeir eru með þetta við þurfum að slást hver á að fá að sæða og þá erum við með þetta testosterón og það er það sem að gerist að þarna fyrir 5.000 árum fyrir svona 12.000 árum þá er það að það er ein gyðjan sem á tvíbura sem og drengurinn elst upp við það sama og þess vegna lærir hann alltaf mikið að því sem konur eru að gera, hann skilur þetta með sæðu og ýmislegt og hann kemur upp konurnar og þá verður svona stríð, þetta er lýsing á þessu þess frá síst í Suður-Ameríku var einhver þjóðflokkur sem að lýsti þessu svona kona hét Hanuksa sem var foringi kvenna en svo var það að bróðir regnbogans hann var mjög góður veiðimaður og kallarnir voru mjög óánægðir með þetta hvað Hanuksa var eitthvað dóminandi og þeir fengu bróðir regnbogans til þess að vera foringi í þessu að standa á móti stelpunum og þá er það þannig að hann ræðst á stelpunnar einhverju voðalegum þingi og hvort hann tekst að drepa einhverjar eða hvað það er, hún flýr Hanuksa upp til himins himinn er sér Ísland það er sér lengst í norðri í mínum sko, eins og ég sé það ég geti útskiptað sína setna en þar taka guðir sko það er bara til goðaveldi á Íslandi það var hvergi fundist í heiminum þetta goðaveldi það var uník það er þetta, sá sem er góður til þess að efla hópinn hann er gerður að goða það er að segja að hann er leiðtogi af því að hann er svo góður að hjálpa að efla hópinn það kemur nafnið að sem sagt þessir hvað var ég að tala hann flýr til norðurs já, hann flýr til norðurs veitu hvað þið hjálpaði mér aðeins betur Þetta tala um regnboga já, regnbogan, já þau hún fer til himna og guðirnir koma saman og hann kemur á eftir og hann er að leita henni og þá koma guðirnir saman og þeir segja, já, við bara breytum þessu nú er bróðir regnbogans sólin og Hanuksa mánin en það sem gerðist var það að þessi nýja tilskipan hún hafði engin mikil áhrif heldur vegna þess að þau héldu áfram að vera með öllu sömu aðferðirnar að tengja stýrónum, fara í trans sína virðingu náttúrunni eins og hann einhvern var nakin þegar þetta gerist fyrir 5 árum, hann er ennþá nakin hann tala við dýrin, hann er að hugsa jafnvægi öllu, ekkert breyttist þangað til fyrir 5.000 ég held að þetta sé fyrir 5.500 árum að þetta einhvern kemur eða Ósíris kemur suður og hann er drepinn af þessum afbrýðismisgengi og þá er það staðan fyrir að við erum heilluð með eins og stelpunni gerðu líka það er heilluðu og gúruarnir heilla að þá er það þannig ef þú gerir ekki það sem segi nú er það Gilgamesh og nú er það sem sagt Seth og þú veit að gyðingar dýrka Seth og Egyptaland er í kringum Seth það átti að vera í kringum Ósíris og hvað gerir hún Ísis það er sagt að hún hefði leitað á Ósíris út allar trissur og náð bútt honum saman nema hún fann ekki typpið var hann dáinn? Já, hann búið að drepa hann og hann búið að skera hann í marga búta ég skilji það sem að
fann ekki tipi. Ég held að þetta takna líka það að þessi John Wayne Bobbitt. Þessi Gilgamesh eða þessi Seth, hann leið drepa alveg opbóðslega mikið af þessum fjölskyldum sem voru eins og í Gilgamesh sko. Ég vil segja, allir voru eins í þessum fjölskyldum. Og hann segja, það að segja, þessna var svo erfitt sko. ISIS var að reyna vinna að því að koma aftur þessum réttu genum inn í konusættina. Það var búið að setja hann að truflu gen með Seth. Og hún náði því að finna mjög svipaða menn þó að eru búið að, þú veist, eyðileggja alveg rosalega mikið. Nema það vantaði einhver punkt þarna. Vantaði hvað? Ég sem ég segja að það vantaði akkurat hvernig limurinn á að vera, þú veist. Það að segja hann á að vera sko, þetta Ósíris hafi verið með lim sem var sko eins og gyðingar vilja hafa hann sko. En það var náttúrulegt sko, það var ekki umskorin, heldur var bara kóngurinn stóð út úr. Já, þá ég góðum málum. Já, ég líka. Það er ekki ég vil segja það, við erum með þetta, við erum með eitthvað element í Íslendingasöguna, við fyrir til Íslendingasöguna, þá það sko, þið sjáum það að Gunnar á Hlíðarenda drepinn og Njáll, og Njáll tengist Írum, það var þessi írsk-keltiska menning sem var hérna út allt land, fyrir víkingatíman, en samt voru það sko 25 tegundir af fólki hérna í þessu landi. En það var þessi írsk-keltneska sem var í þessum hellum held ég og það var þetta blámála, piktar, bláhvítir og málaða myndum, gengur naktir næstu. Og sem sagt að, við nú er ég næstu að týna þræðina, menn hvað þetta? Já, ég er að tala Njáll og þeir, að þarna sko Gunnar á Hlíðarenda sem gat stokkið í herklaðum, jafnhæð sína og afturboka áfram, og hann var það vitur að hann sótti til Njáls ráð, Ég skil það ekki alveg. Nei, sko, þegar við fer að Af hverju þurfti hann að sækja ráð ef hann var svona vitur? Nei, hann var svo vitur, hann vissi að hann var vitur í maðurinn hans sjálfur. Góður punkt. En sko, þegar þú fer að skoða aðalhetjuna hjá Írum, það er einmitt, sko, Lúk, það er Loki, Lúk. Logi. Að hann sko, þegar hann kemur einhver stað og fara hérna velja, hann veit komast inn í konurshópin, kappahópin með konginum. Og þeir eru að segja sko, já, hann gengur hérna hliðinu, hafið þið járnsmið? Já, við erum mjög fínu járnsmið, við erum ekki að neina svolítið samt. Hafið þið söngvara, og já, við erum fína söngvara og svo heldur hann áfram sko að bara allar tegundir af iðn og vísindum og listum og svo þegar að segja hann með kongurinn með alla þessa menn þá segir hann, hafið einhvern sem getur þetta allt saman í einu manni það var þetta sko að við erum ræktuð á konum sem að ráku þessi hóf áður með á þessum mikla tíma sem að allt nýrist í hringi og engin tími leið, og það var engin dauði af því við fengum okkur bara nýjan líkama af því vorum ekki ego, þá vorum engin dauði Það gerum við þetta ekki enn Já, ég verið með þetta, þetta er Afa, Tryggvi þetta er alls konar smá bergmál af þessum tíma er inn í okkar kúltúr Ég sé þetta svona Já, sko María Gimbúta segir að þegar að þessi stríðskúltúr kemur, já, ég var ekki búin að segja ykkur frá því að þegar hún er að skoða sig grafir og sér hún allt í einu hérna 2800 fyrir Kristi eða 900 þá var allir með beinin svona höggin í gröfunum allir hafa verið drepnir bara með vopnavaldi og hún sér að þetta árás kemur á austri og hún kallar þetta kirgísku innrásinnar það hafi komið eitthvað liði yfir svarta og hestum og bara drepið allt þetta friðsama fólk og hún sér að það kemur austana því að þegar hún fer vestar þá er þetta ofar í valdinni aðeins setna, kannski 200-300 ára setna þá eru konið þetta, þeir fara svona eins og bændamenningin er að koma yfir, það er að segja eignaréttur á landi einhverju gæja koma og drepa alla kallana taka kellingarnar og einhverju sem þræla Já, þetta sem við komum til siðmenning og úr, fyrst á borgin sem alltaf vera að fjasa í öllu þessu Amerika kjaftaði sem byggir öll á þessu mail, testosterón að þeir eru alveg sko úr,
missist af menningin og það búið að sína fram að þetta bara tóm þvæla að Kornelki hafi byrjað þá, hún byrjaði 30.000 árum en þannig að byrjaði því systematískt þrælahald það bara eitthvað lið sko, engin dó en hérna í Gilgamesh, hann segir allir strákarnir hérna sem eru á spýtti hérna kringum okkur hérna, kom fáum þá saman hérna og nú tökum við hérna allt hérna Breiðholtið, höggum niður alla gæina og sem eru með eitthvað kjaft og gerum hérna þrælum og kellingarnar í búr og þá sko fyrsta borgin Setulið Setuliðsbær með herteknu fólki og herteknu fólki notað til að þræla á ökrunum til að búa til mat fyrir þetta stríðsrekstur það hinn stóra uppgötvun siðmenningar að búa til þræla við erum inn í þessu þrælaveldi eða við flest allavega já, við erum inn í þessu þræla við erum að vinna og maður er að hitta fólk maður er alveg bara þrælöflugur húsbyggingarmeistari á flott hús og flottan bíl og eitthvað en hann hefur aldrei farið hérna upp í Heiðmörk hann hefur aldrei farið Helgafelli hann hefur aldrei gert neitt annað að vinna en getum við unnið allt svo starf sem raunverulega göfgar já. Og hvað varstu að gera áður en að þú fluttir upp á Rauðavatn þar? Hvernig hefur svona þitt ferðalag verið? Já, sko, ástæðum fyrir að ég ekki þetta allt saman og pæli svona mikið þess að ég fór í eins og segi, þegar ég var lítill drengur þá fann ég það alveg bara samskiptin í fjölskyldinu og allt þetta þetta er allt í mólum, allt er fullt óréttlætt alls þar og einhvern veginn ég bara fór næst í því ég held ég að vera flengdur 5 eða 6 ára fyrir að stela leikfang í næsta húsi það var fullt af leikfang og ég átti engin leikfang og þá var ég bak við hurð og ég bara sór þess ég ætlaði að fara í stríði þennan Guð þess að mamma sagði að þetta væri Guð væri með þessar reglur og síðan bara einhvern veginn kóðuna ég niður í alveg ægilegum ekka og þetta einhvern veginn þetta brjálæði einhvern veginn að finna að það þetta er svo mikið óréttlæti alls staðar ég fann að móðir mín var þvinguð af einhverjum Guð til að láta flingja mig og svo skipaði hún pappa að gera það þetta var allt var okkur reglur í svolítið en alltaf einhvern veginn þá var maður bara í þjáningu maður alla sína ævi eiginlega bara hugsa ég ætla mér ekki að verða tárhleðslumaður eða listamaður eða tölvu eitthvað eða stjórnmálamaður eða tannlæknir ég er alltaf að hugsa hvernig andskotunum stendur og allt er sjúkt og allt er svona sjúkt einhverju leið til að finna eitthvað út úr þessu og læra að skilja þrifist í þessu samfélagi í þessari vél án þess að fórna nistanum það er nefnilega það það hægt það er þetta við konum niður í meðvirknina já en er hægt að vera það núti eins og til dæmis þú sér Nelson Mandela eða Gandhi til dæmis þegar grýtt honum í fangi þessu 100 sinnum það skipta hann engu máli, hún var alveg sama því þú getur ekki tekið frá mér þessi raunverulega skipti máli og það er nistin en hugsaðir, Gandhi fór í gang að því hann var niðurlagður í einhverju lest eða það var kveikjan, það var flengingin já, það var flengingin og síðan fer hann býsta langt hann fer allarleið þarna sem að menni að spinna sjálfur þannig að ég er mjög hrifinn á honum já, en þú skilir hvað við, get ég verið út í samfélaginu í þessari vélina sem ég þrífst í að einhverju leyti en haldið sjálfbærninni og haldið nistanum og gleðinni og léttleikanum já, það er það sem við þurfum eiginlega að rækta við erum eins og fiskur þarf ég að flytja út í skó eða inn í helli eða já, ég held að við þurfum að vera út í skógi nú erum við að stökkja svolítið einhvern veginn fram í hugmyndina en ég hef verið með drauminn það að við höfum búið til flokk eða ég veit ekki trúar hreyfingu eða síðhreyfingu sem heitir náttúruunnendur bara af því að ég held að allir Íslendingar og eiginlega bara allur heimurinn getur tekið undir það faktist að það allir náttúruunnendur að þá fyrir fyrsta máli dagskrá þessi náttúruunnendum það og við þurfum að ná bara 51% þá ætlum við að leggja niður flokkakerfið og við segja að allir Íslendingar fá 1 hektara lands bara sem fæðingargjöf eða bara leið og við vilja og til þess að rækta skó og rækta vera sjálfbæri hamp, allt þetta en ertu ekki komin yfir í eignarpælinguna nei fyrsta málið afnema eignarréttin og síðan er þetta bara að tala um nýtingarrétt og síðan er allir fá hennar hektarætt nýtingarrétt til afnota
að það ekki hægt að selja neitt land sko. Það alveg fyrsta versi sko, afnema eignarréttinn sko. Já. Hvernig bara eins og að leggur sig þá? Eða? Já, tala bara nýtingarétt sko. En hvað þá með borgirnar sem eru búin að byggjast upp og innviðina? Borgirnar eru, í mínum augum, setulísbæir. Já. Það eiga smá saman að verða, fyrst byrjum að betra ekki alla veggi með jurtum, gera allt saman meira svona hallandi þannig að séu jurtur utan á allir. Skriðjurt. Já. En sem við runni eiga allir að fara smá saman út úr borgunum sko. Að það er að segja... Það er klefugrindur. Það eru bara svona klefugrindur. Já, þetta er bara svona fyrir þá sem eru sko lazy boys sko og þetta er lið sem er kannski deyr út þá bara. En þú veist, að því að við erum sko, við erum bara, við eigum að vera það sko að rækta að hjálpa skóginum að koma aftur sko og þá, við erum bara rótgelti og alls konar dýr líka, hinga aftur dátir og þau eiga að skýta og þau eiga að ryðja moldina réttan hátt og þau, þetta er allt saman sko, allt saman alveg ótrúlega synkronisera sko og fagurlega hvernig náttúran að haga sér þegar hún fær að vera í friði fyrir okkur. En við þurfum að gera þetta því við syngum, við tókum skógin sko. Við sjáum allir þessi Íslendingar sem er allan tíman að vera að taka riða til kóla sko. Þetta er ótrúlega fallið pæling. Já, og síðan bara, þá myndast þorpin sko. Myndast svona lítið þorp, 100 manna þorp og ég nota þetta mótel sko 100 manna þorp bara því að það er gott að reikna út en ég held að það sé stundu sko, stundu verið eiginlega menn hafa sagt 50 ég held að geti ekki farið mikið yfir 100, 150 en það verður þá einhvern veginn að koma í ljós að segjum að þetta sé 100 þá, þú veist, það gerist ekki þannig að allt í einu eins og í Heiðmörk myndi allir fá fullt af svona hekturum og þá gerist það þannig að einhver konurnar eða einhver ægilega skemmtilegt fólk þú veist, bæði konur og menni og fá hektara sko að hver einstaklingur að þá eru þeir að hitta súpu og þá fara menn koma að þanga og þá myndast svona, þú veist, einhver svona þorpmiðja eða svona það sem félagslinda fólki er alltaf og hinir sem eru minna félagslindi þeir eru lengra frá og koma sjaldnar og svona og það var svo skemmtilegt, ég heyrði í hérna sögu mann sem að dó og í Ameríku, það var eitthvað Jack sem einhver bílasali og það var talfindi og bara sjáði allt saman fyrir mér með þetta lítið að vera eigi og vera svona og þá kom hann og hann sagði að hitti Guð og Guð sagði, hann spurði Guð hvað hérna mun mannkynni lifa af og Guð sagði, já, eitthvað sína hann aðeins sína inn í framtíðina og þá var það bara þannig, það var allt saman fullt af litlum þorpum og sum þorpum voru svona, fólk sem var að byggja upp landslag sem að, ég kalla það sko næringagefandi landslagsskóg, skógur það sem er allt fullt af berjagefandi, það lifur á yfirflæðinu, ekki svona eins og að reytingunni, eins og við núna allir hugsa reytingin að reyta. Það lifur á því sem er umfram. Já, það sem er umfram, eins og við að landið var, sko, allt fullt af döðum kvölum út allt hérna á ströndinni, það þurfti ekki að vera kvali, út allt. Dóu bara sjálfur, sko, yfirfællin. Og svo sprunguð þér. Já, sprunguð þér. Og kjöti yfir allan borgin og bæinn og allt, sko. Það ringdi hvað. En sem þetta, þá verður til þetta, vorþingið. Það er þetta að finnum við út að það er gott að hafa kannski nálægt 100. Og þá við erum búin að kynnast öllum hann, allir með sinn helli eða sitt bæli eða sitt gott. Það er engin stjórn? Nei, það er engin stjórn, það er annað bara, það er þegar við sitjum í hring, allir sem mæta, og eru að fá sér súpu eða teð eitthvað, og syngja saman og eitthvað. Og svo getur sagt á föstu dögum eða eitthvað, lögsunum dögum, þá er sko eitthvað sérstakt ting, og þá er það í rauninni bara, það sem að konurnar fíla, þú kemur hugmynd, það þarf að vera einhver initiative, sko, þú komið hugmynd, hvað er að gera. Það sem konurnar fíla, það er yfirleitt það sem er mjög gott samfélagslega, og þá fáum við sko sex gratification, sko, við fáum athygli, sko, elsku. Það fær gengið, margir vilja hjálpa því. Það sem að konurnar og meirihlutin hristir höfuð yfir, það fær mjög lítið fylgi og menn kannski reyna eitthvað að gera einhverja vitleysur, en þess að í þessari sögu með hennar bílasala þá var svo fyndið að bílasalinn spyr sko þegar Guðfjörður sína hann þetta hvað, af því að hann sko hissa að það var engin tekni lengur, það var ekki innra vélar allir voru bara í handverkinu hvað, er allir sammála þessu? Og þá sýndi Guðan sko að það voru menn einhverstað lengra frá sem voru svona eitthvað tungir og ekki dánaði með þetta en sko þorpin voru bara voru að syngja svona bænir nett svona senda svona góða væp og þeir leyfðu þeim alveg að vera sko lónaðir
í Kýrtey alveg svo hérna í Indlandi þú sko menn sem að áður eins og Búdda var allur í klessu hann þurfti að fara til skógin og vera einn lengi til þess að átta sig að það, við erum með þetta vanda að við þurfum að vera fyrst testastóri og ég held að stundum á Ísöld hafa verið þannig sko að konundar framlindi kannski ekki rosalega mikið strákum það voru bara sko nokkrir gæjar sem voru alveg úrvalsgæjar Staljóns þeir voru sko með skeggjaðir mjög og eftir stígveljum og hló og svona alltaf óðarlega hressir og jákvæðir en það sko, það rektuð inn sko, við verðum að vera sko skemmtilegir í samvinnu og við verðum að vera skemmtilegir söngvarar og dansarar og náttúrulega duglegir að veita og duglegir að gera allt sem þarf að hakka við þín eða hvað það var sem þetta með gera sko, ná í torfið eða sko þessi lýsing á Ýmir er þetta móðurveldi og Guðni stela öllu frá Ými að hattur hans páfans þetta er fiskihatturinn Stalsson hann er stólinn þessi þetta er sko þetta er sömuleyti þetta er pínlítið þetta er líka sögulegur hattur sko hann var notur í byltingunni í París og þessi hattur tengist þessum Ósiris forna Ósiris á hvað liti? Já og gegnum þennan Adonis þetta er kallað frígísk húa Er þetta limurinn sem hvað? Freakish ég hætti verið að vera einhvern húa sem svona já þetta er limurinn sem hvað hún láði því svona fram en ég hugsi ykkur það er svo ótrúlega marg svona lítil svona falleg blóm sem að vísa okkur aðeins veginn hvað fólk hefur dreymt sko, þessi draumur að komast úr þessu þrælakerfi er búin að vera hérna sko lýsingin á þessu við höfum ævintýri sem eru flokkuð á einhverjum finna og hvert ævintýri hefur númer en hvert númer hefur svo B og C og D variationir og ein variation heitir sko The Magic Flight og mann ekki númer 200 og eitthvað og hún er til í mörgum löndum og mismunandi variationum en svo Magic Flight það er þetta að það er þetta þegar að verða elda loka hann breytir sér í fisk og hann breytir sér í þetta og breytir sér hitta og það er að segja þetta frelsis, þetta fólk sem er með þessa rauninni fullt af genum frá þessu náttúrufólki við erum öll sem blönduð í dag en sumir eru meira af náttúrufólkinu og þá eru verið þeim meira náttúrufræðingar eða listarmenn eða eitthvað og virðist ekki en sumir eru meira þessu sárum getur sagt, sirri sárunum og þá eru þau meira í þessu að hugsa hagsinn og hagvöxt en sko við getum sagt líka að þetta ríka fólk það er að hugsa sína ættir eins og þess að Bjarni hugsa svolítið sína ætt sko. en þetta er svolítið miskil í haðum hérna á þóstinu að þeir fara illa með sín börn að láta þau hafa svona mikið af kjánalegu hugmyndafræði og verkværum ég nefnir næstu þannig að þetta er við erum að tala skerta samkennd sko. Já skertasemd, mikið einmannakend Já, sko, samkendin hún sko óskert, hann er 360 gráður sko. Já, og ég finna ég er sár ég held að Þorsteinn Már sé sár við sjáum hvernig hann lítur út sko. Þorsteinn Már, hver er það? Það er Samherja ég bara tek sem dæmi sko. Já, en bara svo óttaslegin Nei, ég hefði kannski gett að tala þetta hérna en hvernig vitið þið það? Hann lítur bara út fyrir að vera óttaslegin þið byggið þetta ekki bara á tilfinningu hann er líka bæði svektur hálfreiður en sko hann er eiginlega eins og kongur landsins hann stýrir allir sem önnum en nú ert þú með þig ég má kannski ekki vera að tala þetta er svona þú má tala við nákvæmlega sem þú vilt sko ég þekki vænt Þorsteinn ég þekkti hann þegar ég var yngvar maður ég er frá Akureyri sko og fyrstu myndar af þessum drengir þeir eru alveg sko þetta eru svo fallegi drengir og svo einlegir og heiðlegir og sveipinn það er alveg bara ég spái lítið þessu en ég hef haft svona einhverju svona útjópíska sín og þú ert svo fyrsti hérna viðmælandi sem að í rauninni kemur með þetta alveg hérna borðleggjandi fyrir mig það er bara að þú sér fyrir þér hérna bara einhver alveg bara tútal bara glóbal uppljómun þar sem við förum aftur í synk með náttúrunni þar sem allt fer að göfga hvort annað Já, læra af músinni, læra af fuglunum en ég hef aldrei séð það fyrir mér að við í rauninni komumst á þennan stað allt svo áður en við náum að tortima okkur nema hvað
að við fáum hjálp frá verum alls og utan jarðarinnar og við erum snert bara geimverum við getum kallað þessu vilt skilur hvernig þetta upp á Rauðavatnið þar? Þetta einsmanns ættbálkur eða ertu Já, sko, ég veist þess að segja ég ber mikið þungan kross eða þetta sko, stundum hefur fundist þess að ég væri að fæða ég var alltaf tíman að fara inn að fæða eitthvað og ég næði ekki að fæða Er það þegar Reykjavíkurborg er búin að vera að bóla þær út er það svona eins og Mara sem er að lokka þinn í siðmenninguna eða svoleiðis Já, sko, þeir náttúrulega fylgja bara sínu reglur sko, Eru þeir að því? Nei, þeir enda fylgja ekki sínu reglur Mér finnst alveg með ólíkjundum og imponerandi að þú bara sért þarna Já, sko, það Því þú ert ekkert eitthvað út úr bænum sko. Þetta er bara hennar við hliðina Ég hef nú kannski verið hressari ef ég hef verið aðeins lengra frá og haft nálægt mér Lækur hefði verið næs En okkur ertu það þarna? Ekki eitthvað annar stað Komst ekki vel lengra? Sko það var Sprakk á bílnum? Nei, sko ég var upp í Heiðmörk þetta er alveg sko þetta var alveg bara, wow, þetta var 10 tíma saga sko í framhaldi ég ætla að segja sko þessa ferð þegar ég fór sko við höfum ekki 10 tíma sko, en við getum komið aftur ég er búin að fara á húsbílum fyrst fór ég á rútu 99 og þá fór ég út með rútu og alltaf að fara kring hnöttin og henni sko í Vestfjarðarleið sko það var náttúrulega allt svo dýrt að reka hana en alls konar hluti gerðist þarna á Norðurlöndum og svo kom ég með rútuna heim og fór á aðeins minni bíl og svo kom ég aftur á honum heim og ég fór á einhverjum bíl alveg frá nýst í Noregi og Finnlandi og alveg niður til Marokkó sko. Okay. Hvað varst að gera í Marokkó? Já, ég var fylgjast með sko, þessu náttúru hreyfingu unga fólksins. Það er sko Rainbow Gathering, kannastu við það? Nei. En það er til varja svona þessu Rainbow Gathering. Þetta er svona festival eða? Það er svona festival sem að indjánar og hippar fóru að vinna með í Bandaríkjunum svona 67-8 og svo þá kemur þetta sko að þeir sitja í hring sko við eldin og það er sko talking stick I have spoken og það er alls konar skemmtilega leikir í kringum það talking stick sko núna komin inn að þannig að þú tjáðir einungis eða þú hélst á prikinu en þú getur ávarpað það sem heldur á prikinu eða þetta er oft fallegu stafur og fengið orðið ef hann vill að alls konar svona skemmtilega sér og svo þannig að sána svetti sko það kom sterkt inn gegnum þessi tengingu hippana og þú í því hér? Svettin hér? Ég var alltaf með svetta síðan var í mörg ár en núna hef ég bara verið í Árbæjarlauginni það er ekkert vatnandi hjá mér, hreint vatn sko. Hvernig ferði í sturtu núna eftir samkomu? Ég er í vandræði núna í þessu sundlaugabanni sko Það er ekki bara að stinga sér bara einu rauðvatnið? Nei, það er olíu það er mistendasta vatn á Íslandi vil ég halda fram það er búið að hendi það rusli alveg frá stríðsárum held ég á járnarusli og drasti og alls konar, ég veit ekki hvað olíubræðaði líka og svo hefur verið ótrúlega mikið flöskubrot það finnst í jörðinni alls staðar í kring skjóta á stríðsárunum sko flöskur með byssum en síðan er sem sagt búið að hindra að fara í vatn í Rauðavatn það hefur runnið vatn úr bugðu Þetta er svona hálgruggugt bara eitthvað pollur Já, þetta er bara drullupollur sem er ekki virtur og fuglarnir þegar endurnar þær missa rosalega marga unga því að máarnir sitja bara hlakkandi á steinum og þær hafa engan stað til að fela sig ef það eru eyjur með runnum í þá getur, og líka hundarnir vaða í þessa fugla þannig að fuglarnir bera skítin og fuglarnir bera næringu og fiskurinn getur ekki lifa þannig að það er súrefnisleysi og það meiri sé hægt að hanna það vatn er inn út vil ég halda fram það Senningtorkið er og niður í Elliðavatn en þetta er alveg sér pæling að þetta er mér sem kallar vinir Rauðavatns sem eru vísu bara ég og Arfóður labbarar En þetta er frekar ópraktísk staðsetning, sko, altså, eins og þú segir. Já, sko, þetta var kannski út af því að ég var alltaf að halda tengslu dreng sem að ég hafi mist mikið samband við mammas og ég við náðum mikið. Sonvinn, já. En hann hefur ekki komið mikið til mín og það er
mikið vandamál hvernig okkar samskipti eru veist, og þarna ég að segja sko að þið kannast við þessa meðvirkni sem verða veist, að við erum allt saman og þegar fara og annars sem ég er búin að segja ég vil segja að sko, við erum öll saman eiginlega særð alla leið gegnum forfeður okkar frá þeim tíma þegar valdsnýðslan kom með vopnavaldi yfir Ísland sem sko 874 getum sagt eða óttastýring nálægt í og þið sjáu það að Alþingisreiturinn hann hefði búið að finna út að þarna var stórfelld járnvinnsla í bara áratugi þar sem bara sko tugir manna hafa unnið og alls það í þessu sögum sko vera kulla skógin og búa til viðarkól til þess að vinna járn og hvað gerði þessi gæjar með járnið? Það að þið byggjum til vopn mjög mikið og hvernig var þetta skipulagt? Ketill Flatnefur í Suðureyjum hann mægist eða þetta eru börnin hans eða tengdir honum alveg sko Helgi Magri og Gauður og gæðarnir hérna fyrir sunnan litli kongar og þá er það sko þeir eiga hóa í vini sína veist, sem að ef eitthvað vesinn á þessu svæði þá komi hinn og hjálpa sko þú eru svona hrætti strákar það er að segja þetta var lénsveldi frá byrjun en okkar sögurskoðun hefur ekki leyft það þetta er sko við fáum sögurskoðunna þú veist eftir ægilegar umræður Sigur Nordal og allir kongarnir bændur slást það er niðurstaðan bændur og slást það er mjög kósí sko, eftir að víkingar koma þá erum við með stríðs ástand og meira sé að við erum með útilegumenn bara strax veist, 800 og eitthvað sko, eða 900 og eitthvað 901 hvað eru útilegumenn að gera í tómu landi? Ertu að díla við afleiðingarnar af þessu? Já sko það er bara veist, innan Hjarval getur bók sem hann lýsir sko hann sátt í draumi þetta var þannig að kom eitthvað fólk að einhverja fagur í eyju og allir voru æðislega ánægðir og bara blóm og gleði svo fóru mennirnir upp í land sko og þar hittuðu hvern annan þá fóru þeir að berjast og þá bara blittust allar ári í blóð og blóðið kom bara til strandarinnar og allir fóru að gráta og svo kapnaði gráturinn í þögn og bara allir bara kóðnaði niður í sko það var helst að gleyma allir sem gerðist það sem gerðist að allir voru drepnir sem mundu þetta er alveg svo við í Suður-Ameríku þegar heilu þorpin voru drepin það bara allir sem mundu voru drepnir Norður-Ameríku líka og Norður-Ameríku líka sko og þar er sagt það er engin það non grata veist að þegar var ekki eins fólk og þeir þá var engin það sko og þetta gengur alveg sko gegnum alltaf þessa yfirgangsmenningu sem við erum hluta að við sjáum ekki að yfirgangsmenningu fyrir að skoða það sem Marika Gilbótt þessari talum og fleiri að sem sagt að já þetta er sko blóðið drif og þetta tjáð þarna í mörgum sögum og akkur koma þessar sögur það var sko þetta fólk hana sem var hana fyrir sem var Benedikt Gíslason frá Hoftegi segir að hafi kannski verið 80 til 120.000 manns en þetta var sko í mörgum tegundum það meðal þess voru samar og grænlendingar líka hérna sko og svona mismunandi tegundir hafa kristnir líka kristna fólki var til þess með frá hana alveg það sem þið eru sko upp með þessar á hérna 11 ánum og það er til einu stað kirkjulæka tjöld sem engin sko kirkjusaga þetta fjallar af því að þetta var keltneskt og þetta var fyrir og sko síðan kemur þetta að keltnesku biskoparnir halda með fólkinu sem var búið að ræna landið af og þá byggð alveg lengst bara undir Eiríksjökul að þeir var búið að rekja fólki af sínum bestu löndum af þessum víkingum og drepa fullt af fólki og segja að keltnesku biskupar halda með þeim og það er voðalega eitthvað grugguöld sagan í kirkjusögunni þessi keltnesku biskupar nema það kemur allt í einu tilskipun og það allir keltnesku biskupar eiga að fara frá Íslandi þess að það fór einn af þessum víkingaættum sko og fekk sko biskupsvígslu og sagði frá því að keltnesku biskupar var að æsa upp fólki gegn ættstórum fjölskyldum og þá bara já og síðan kemur þetta Ari Fróði fyrir að skrifa engin tilvíðun enginn hafi skrifað neitt akkur skrifar hann? Jú og svo skrifaði að skrifa akkur skrifaði og hvað skrifar Ari? Hann skrifaði það á ofurðum dögum Haralds hárfara kom úr landnám úr Norvegi það er alveg sem að skilja þetta hann er bara að tala landnámið úr Norvegi
og í rauninni nánast getur Kolbeinsfjörður að segja satt sko af því að jú, þessi náungar koma úr Noregi og allt það þess að enda þegar skipin koma þá var það oft þannig að fólki var í þessum hellum og það vissi að þetta voru ræningjar og bóvar það var ekki að koma fram á ströndina og segja ha veist, það leit út eins og engi væri þarna fyrir mörgum en sem að draumurinn var þetta með skeltingu biskupana að þegar að kristnin þess að komið sér miklu kristningur á takkristnina að þá ætti að skila löndunum og þá var fullt af fólki var drepið, fullt af fólki var gert að þrælum, fullt af fólki flúði land, en slatti var þarna ennþá og vildi trúði á þetta en svo kemur kristnin og þá komaði með nýja kenningin jú, nú tökum við kristni en nú er þið bara fyrirgef okkur þið fáið ekki tilbaka þið bara fyrirgef okkur og svo kemur þetta allt bullandi í reiði og Kálótskirkja brennur aftur og brennur á hverju bara 20 ára fresti alls konar draugar ríða húsum En allt þetta sem þú ert að segja allir þessi saga allt þetta er lokað bók fyrir háskólanum allt þetta sem þú ert búin að lesa og ekki veit ég hvað þú gefið bækurna þínar því það er ekki þannig frá allt þetta dót skiptir þetta ykkur máli? Því hér eru sárið í okkur já, sárið hvað gerist ef við bara gefumst bara upp? Já, ég veit, nú skil ég þig og bara tökum á móti ljósunum ég skil þig, ég er búin að vera í sárum og ég er búin að vera reiður, ég er búin að vera svektur og núna þegar ég hef lent í þessum vanda með drenginn og sér hvernig hann sér og hvernig nú skil ég betur að það þýðir ekkert að vinna með reiði það þýðir ekkert að vinna með hatur ég finn það alveg í gegnum mig það er ekki hægt að vinna með það og að við verum að finna en ég reyna að vinna með það með því að skilja hana og uppbrunnan en samt þurfum við að geta hort á þetta og fyrirgefið og sem að fundi leiðina sem að nánast gengið að allir sem við heldum að veru ondegæðnir og bara nánast faðma á okkur að það er þessar aðstæður þetta afstæði sem við erum að tala núna þessi postmodernismi sem að allir eru að reyna að gera eins vel og þau geta innan gæsaleppa margfaldra gæsaleppa en út frá þeim forsendum það sem að borgarstjórinn eða forsætisráðherrann þá er hann að Katrín er að vinna hann mjög erfiðri stöðu getum við sagt eða þeir sem eru aldir upp í Sjálfstæðisflokknum eða en við erum held ég að beyond good and evil kannast við þetta að það er viss en samt ekki á þennan psykopatiska hátt beyond good and evil heldur er maður eiginlega staddur að þegar maður núna er orðinn gamall því ég hef alveg bullandi ego og hef berjast mitt ego og alls konar veikleika en þá verður maður smá saman minni og minni eftir sem maður fattar hvað maður veit lítið eða hvað maður er búin að gera marga villur eða hvað maður er nálægt dauðan maður er bara eins og lauf sem á þessu ættara lífsins tré sem er að fara að fjúka og þá verður maður svona lítill í sér og leið stór eiginlega En sjálfsfyrirgefningin? Ég er að segja ég er hérna allur alveg bara með sverðin í gegnum mig alveg bara og ég er Því mér á sagt daginn að sjálfsfyrirgefningin hún kæmi ekki yfir mig, hún risi ekki innra með mig nema sem afleiðing og afleiðing þess að ég myndi greina, altså rýna í og greina mína fortíð og gangast við öllum mínum brotum gagnvart meðbræðurum og systrum og náttúru og auðvitað líka. En fattarðu að ég myndi gangast við brotum mínum og afleiðingin af því er ris sjálfsfyrirgefningar og sátt og svo sjálfsmildi sem afleiðing af því. Já, en þetta er nákvæmlega þetta sem við erum búin að vera að tala um þetta, allir þessi saga sem við erum komaðið sína að þetta er ekki bara að ég stað leikfangi hérna þegar ég var 5 ára og ég búin að gera að vera vondið við mömmu og alls konar ekki nógu góðu börnin og að þetta er alveg bara
en sem þetta og svo sagan sjálf sko sem ég var svo reiður yfir sko þessi ægilega saga að hvernig stríðsmenning og svo þú veist darwinismin hvernig þetta er svo rosalegt þetta er svo rosalegt sko taka þetta allt saman inn sko þetta er svo mikið rugl já að fá þetta allt saman yfir sko allir þessi náungar meira meira í sjálfstæðarflokknum þeir eru í darwinismannu sko það er bara veist við erum svona aflögur og það er bara hinn er bara mingar og já ég geti þetta ekki sko ég spáði flytja bara hérna til pláss fyrir mig já ég meni ég vil að það fá svona mann eins og þig það er bara eins og að fá bara frelsaran það er geggjað sko og hugsaði hvað þetta getur verið krúllegt ef allir með sitt lilla hús og allir sem að hjálpa hver öðrum að fatta eitthvað sem þeir eru kannski fattaði eitthvað smálfur og svo eru að læra hinnum og læra hver öðrum og já, hjálpa sko allt svo án kröfum endurgjald já spáði því og alveg raunverulega sko já, af því allir hafa hann að reit sín og litla atkvar sko ég spáði ef að ég í einhverju svona ástandi sem ég bara, það er bara sko þín velferð hún er mín velferð já, því að þú veist, ég hætti að bögga þig að fá að lána blábærin því ég er Tryggvi sko ef ég er búin að læra að týna sjálfur hvað, ertu alveg sjálfbær hann uppfrá? Nei eða stekkur inn á enn eitt og sækja það pulsu ég segi sko, ef ég verið orðið sjálfbær áður ég drefst þá ætla ég bara að taka ofan fyrir sjálfum já en þú veist, ég er eins og ég segi, ég er sumuleiti bara eins og ligg bara stundum bara afvelta sko og er sko mér finnst þess að ég hef verið sko bara hafna á svo mörgum sviðum sko að ég get þú veist eða sko fjölmiðlarnir hafa ekkert þegar fjölmiðlarnir voru að sýnda mér áhuga svo fyndi þá vildi þau bara vita hérna hvað er kúkar já það er líka hérna á byrningrindinni en það var eiginlega næstu eins og ég vilja segja akkur ert þú aumingi það vildi ekkert hlusta á það sem ég er að ræða neitt sko samfélagið neitt þú veist ég á ekki að hafa skoður á neinu ég er bara aumingi sko þetta er allt saman svona kerfisbundið þeir spyrja sko hérna stjórnmálafræðingin hvað er hérna sem er alltaf að tala hérna sem er alltaf að tala hérna þetta meina sem er alltaf að tala um kostingarnar já hérna sem er alltaf kallaður í útvarpið já ég veit ekki manni hvað hann heitir Ólafur eða eitthvað svoleiðis nei það er Ólafur og svo er annar hérna já ekki miðflokksmyndur hinn ég veit hver að hann hérna já ekki spyrja mig John Travolta nei hann er alltaf að tala um hérna hvernig símendur að sé sko svona með einhver loddara stjórnmál en ég held að þeir eru allir með loddara stjórnmál þetta er allt sama fælan já þeir eru allir að við reyndar fengum hérna daginn Hanna Halldóra Mogensen Pírata já mér finnst ég kann vel við og þetta var í eina skiptið þar sem ég sá sjálfa mig í alls og stjórnmálamannesku og flokki og ég meiri þess að íhugaði eftir þetta viðtal alveg í korter að kjósa í daginn sko já, sko hún er líka búin að fara í gegnum þessi sár hún gerir sér grein fyrir það hún er búin að fara í gegnum sárin og hún er líka með einhverja útjópíska sín á altså hvað var að framtíð og svo bara er hún með einhvern hreinleika í andlitinu sem að eða persónuleikanum, finnst mér já, ég er samanlega því og ekki langt frá þenni, ég held þessum í fjölmiðlana það eins og talar ég held að hraðin sé bara það mikill að þeir hafa kannski ekki tíman í að kafa ofan í eins og hérna sko hver er umverulega pælingin á bakvið allt saman sko af hverju? Ég veit ekki, ég er allavega búin að skýta svo mikið upp á baki gegnum tíðina, gegnum meðal annars misnotkun áfengi og öðrum lyfjum og öllu því sem fylgir. Það fengum við í vöggugjöf. Já, en ég fengi að gera það bara inn í þessu lífi sko, altså, jú, ég fekk það mögulega í vöggugjöf, ég veit það ekki, en afleiðingin af því var svo mikið þjáning og þjáningin bugaði mig sko og eftir einhvern veginn var ég bara knésettur og ég sá þjáninguna í sko augum meðbræðra minna og ég sá í bara örskotsstund að þessi þjáning var mín þjáning og uppgjöfin og sigurinn hún hefst þarna fer ég að sjá eitthvað sem ég myndi túlka í dag sem samhengi og raunverulegt hitt skrípaleikur fyrir mér sko og hverful það þessi góðsaga að listafnir þurfa að þjást sko eða að þú veist, við erum með fullt af fólki á þingi sem hefur fannst ekki þjást, sko, það bara svona með pottet líf og fallet líf, en sko það ekki þetta fólk sem að breyta samfélaginu, það fólki sem fer í gegnum þessa þjáningu og segir frá henni, það það sem að kemur á stað breytingunum
og svo það einhver í kringu þá og eitthvað svo fólki fyrir að kalla og við viljum fara og þá allt í einu komið stjórnmálamenn og segja já, ég er búin að vera með þessa hugmynd í 30 ár að berjast fyrir henni ég bara svo ánægður að það séu fleiri að tala það sem ég alltaf að tala og grína sig þetta þú veist, ególið sem að og egóið náttúrulega það sem viðkvæmt fólki ég er með lítið ego, þess vegna þarf ég að bústa egoið, þú veist. Ég er með eitthvað svona, þú veist, sárin og einleiðin, þú veist, sumir fara inn í sig, sumir fara, þú veist, ég þarf að styrka mig, ég þarf að sýna ég sé sterk, ég þarf að vaða fram, nú er ég sterk, allir sjá mig og allir hinn finnst ég sterk. Sagan mig, ég sigraði. En það væri eitthvað gaman eða þessi gegn alltaf að sigra en segja að finnst þú að hafa sigrað? Mér finnst ég hafa eiginlega bara margdáið og tapað öllu margsinnis og eiginlega hafi legið lengi í því að vera ekki viss hvort ég veri á lífi eða ekki og hvert er nokkuð skipti máli lengur sko. Þunglindur? Já, það er bara, að það koma svona tímar þar sem maður er bara alveg, sorgmætur ímist sko með svo mikla mótsagnir í sér maður getur ekkert gert eða þá að sem sagt þegar þessi svona leifar að einhvern sárum að jafna sig mér finnst ég verið búin að jafna mig vera að vinna við jafna mig eftir síðasta sem sagt ég hef verið í háskóla og svona og mér finnst eins og það sé ekkert vandamál að fara í háskóla en að það að vera í sambandi við mannesku svona brotin eins og ég og sérstaklega að vera manneska sem er jável bara ekkert minna brotin og jável meira brotin að það er mest í skóli sem ég nokkuð til að lent í sko, og átök og sérstaklega eftirvinnslan sko. og bara að því að það eru tengt börnin í þetta líka og þá er maður raunverulega að börnin eru að fá í sig þetta sama að það er þessi kynslóðar ferli og síðan þar ef maður vonast til þess að maður geti einhvern veginn hjálpað eitthvað. Ertu í litlum samskiptum við þau í dag? Já, litlum og miklum þetta er bara sem ég er svona hefur tekið bara mjög mikið á mig þessi samskipti og samskiptuleysi og að því veist ég er umlega trúi á fjölskylduna og þannig að þetta er sko og líka bara móður fjölskyldan og föður fjölskyldan þið sjá hvernig allar fjölskyldur eru í mólum þetta hvernig það var í Litáen á Lettlandi og það þegar ég kom að það rétt þegar það var opnast og þá var allir ofsalega jákvæður og opnir og innlægir og yndislegir svo hvernig nokkrum árum seinna þegar kapitalismu búin að mylja þetta allt saman þá voru allir undir hræddir og óttaslegnir og banki var að fara að taka það og missa allt og allir reyna að hafa allt og dýrt það sem voru að selja og gátt ekki selta og allt bara í klessu sko. Og þannig að fyrst á meðan að Sovjet var þá voru allir jafnir og þá voru raunverulega einhvern veginn miklu eðlar flæði milli allra svona venjulegt fólk. Getum við ekki leiðrétt þetta? Getum við ekki farið inn í þetta og bara leiðrétt þetta drasl? Jú, það er nefnilega þetta að búa út í skógi, ég held að búa út í náttúrinu og fara sinna þessu og setja niður trén og fylgjast með músunum og fuglunum og músin er langamma okkar fyrir 60 milljónum ára 100 milljónum ára þá var myndast einhver spendýr það er svolítið eins og músin með aðeins lengra nef og það sem sagt þú vera gat gert hólur og fór hérna niður svo kom hérna loftsteinninn allt í eldi og brjálaði og frosti svo en hvað gerði músin? Hún fór það niður fór niður fyrir frost hún átræti hérna niðan frá og beið róni og svo var allt hindir í farin og músin var bara að gæðin sko, upp og þá bara og gekk svo vel
og sumir eru sko, sumir þessar mísir orðnar að hestum og sumir eru fílar og sumir eru, og við erum í hérna sko, við erum akkurat þessari músar. Svo þegar ég fór að vera hérna með þessi músum, það var alltaf mísandi hjá mér og það er það. Að þá hérna fór ég fyrst í þetta, ég var trittur á því að það nöguðu sundur allt mælaborðið í bílnum og voru allstaðið með skítinn og ég fór að hafa þetta þannig að ég þegar fór inn í matabókan hjá mér, greip í bókan, setti í tunnu. Safnaði þeim og fór að keyra þær í burtu. Vísnar þá? Já, en svo var einu sinni, ég var búin að keyra... Hvað stóð sem upp í Garðabæ? Nei, við vatnið, sko. Já, ok, þú ert að fara með eitthvað í Sunnuflöt. Já, ég fór að það, ég fattaði það, ég fór á veitlega stað, það var göttur á bíðinni sem þess að ég fór. Það var svakalegt. En svo var það sko, músamamman. Já, sko, já. Svo sagði ég vini mínu sem kom að ég með nokkra tunnur hérna út í bíl, getur þú tekið hérna í tunni. Nokkra mís, getur að fara með það fyrir mig og hann fór eitthvað mís, já, og svo hann bara opnaði sko, þetta var svona tunna og matur og vatn og hvað. Hún var algjörð þunglindi hann niðri og hann fór að stikka hann upp, var eitthvað krafli inni og þá stekkur hann svona einhvern veginn upp og ég var að grípa hana og hún rótast við barminn og það bara og ég svona held á henni og hvað vanlega sko, en svo þegar hún ranka við sér og stekkur hún í burt og bara eða hvort, allavega mistu hana, en svo kvöldið þá var hún við bensinfótinn horfði svona á mig nei sko já lítil mús kom að bensinfætinum daginn áður en það gerðist og horfði svona á mig og ég gat alveg sko séð hvað hún sem að segja ætlar að taka mömmu mínu og ég alveg bara svo gerist það mamma slapp og svo bara kvöldið stóð mamma hérna og horfði svona á mig og hvað sagði hann? og það sem var sko svipurinn á henni og hvernig hún stóð sagði skal nú ekki reyna svona vitlaus aftur góður minn nákvæmlega sko algjörlega mikið vit þessi ég sjálfur og persónu Mísnar, en hefur þú séð einhverjar verur álfa eða drauga eða hvernig er þetta hann í skóin? En sko, já, álfar, við vorum að reyna að byrja að tala um það sko, aðeins að með músin áður að sko, músin ég er búin að fylgjast alveg með þessu hún býr til sko einangrunna svæðum úr glösklóspappír eða einhverju tægjum og þess er alltaf að rífa svona og fara svo inn kannski tvær og liggja þann inni og loka og það eru bara í einangrun nákvæmlega eins og við í okkar rúmum og þær eru með sko svæði þar sem það er pissa þá og svo er það með svæði þar sem er gefa mat það eru með búr, klósett og svefnherbyggi og það er nefnilega nákvæmlega eins og við lifum fyrir 100 árum baðstofinni, það er yfir með líkamanum það voru 2 og 3 rúmi hjá okkur það er engin munur á hvernig það lifa nema við notum eld líka inn í öðru herbyggi það sem voru 2 kettlingar með ægilegu reik og alveg en vitið það er sko vísindalega sannað allt svo fyrirbæri innan meindýraeyðis inn í meindýraeyðis heiminum að sko ef þú þróar nýtt meindýraeytur og setur í notkun á Íslandi þá virkar það bara í mjög stuttan tíma því það læra á meindýra á þetta eitur að tala saman já, en það tala ekki bara saman eitthvað á Íslandi sko heldur sama gerist samtímis á Nýja-Sjálandi Já, þetta með apakenninguna þann sko apinn við erum að tala um það að það eru samskipti sem eiga sér stað telepatíst Já, við vorum að tala um telepati áðan að svipað fólk, týpurar er með telepati og fólk í pörum nákvæmlega og þetta er mjög þekkt fyrirbæri innan alls og meindýrabransan sko og saman með rottur En hvað með þýska húskakkalagan? Ég veit ekki hvernig það er í þessu tilfelli ég las nokkrar rannsóknir alls og rottur og mýs sem að sko og niðurstöðurnar eru oftast sko innan vísindaelítunar þá eru það stimplaðar sem gallaðar því að sko vísindaelítan má náttúrulega ekki sko taka móti niðurstöðum sem ekki samræmast í rauninni því sem þau þegar vita. Já. Ef að ég sem vísindamaður ef ég fæ niðurstöð og ég skil hann ekki
þá er ég náttúrulega bara í mínu ego, ég get ekkert eitthvað sagt við þig eða kynnt einhverja niðurstöðu sem ég skil ekki og sagt bara þessa einu setningu, ég veit ekki. Það er náttúrulega bara algjört nóg fyrir vísindamann. Þetta er göllu niðurstaða. Og sópaði þetta sko. En þetta er mjög áhugavert fyrir með mísmar. Já, en sko með þessa afstæðiskenning og kvantum, þú veist að það er engin sannleikur. Og það er engin tími, þetta er ekkert ferðalag sko. Það er engin tími, Já. Það er ekki ferðalag upplýsingar sko. Þetta er á sama tíma. Já, þetta er tvíburagnin. Já. Þetta er krækjan sko. Já, þetta er búið að eiginlega kollvarpa ljóshraðanum og öllu. Já, ljósað, já, einmitt. Við erum svolítið búin að ræða þetta. Og Helgi P. var þarna. Helgi P. altså Ríó Tríó. Dr. Helgi P. Ríó Tríó? Nei, hérna. Helgi P. Hver er það? Það er nýjalsinnar. Hæ? Helgi P. var jarðfræðingur kring 1920 eða 11 eða 20 eða eitthvað. Já. Og hann vakti alltaf mikið, hann gæti ekki sofið. Og hann fór eitthvað að brenna yfir og var eiginlega eins og að vera klikkast. Já. En síðan kemur hann með þetta að hann telur sig hafa sönnu fyrir þessi hugmynd í ettan og þegar hugur maðurinn drengur sannlega hleypur í kappi við huga sinn. Að hugurinn var alltaf komið í mark sko, áður. Það er að segja hann með þessa kenningu að hugurinn geti ferðast instantly sko yfir til bara annar stjarna. Já. Og að það sé hægt að vinda hann notaði þessa miðusaðferð sko. Já. Er þetta eitthvað svona astral sko að það pæling eitthvað? Já, þú veist, þetta við haldumst í hendur og við erum að fara að stilla okkur af og við stillum okkur kannski á þessu stjörnu og síðan var segurbönd í gangi og tóku upp sko og ég fór eins og að finna það var svona merkilegt að það voru margir sem voru næst í að fara í trans sko. Já. Hefurðu farið í trans? Jú, ég getur trú að sé hægt að segja að ég hafi farið einhverja transa en það lá við að ég færi trans þarna líka sko, mér fannst þess að ég sjálfur geti farið að segja sko, einn af þess að sko það er mjög fallegt hérna. Hvar? Hann var sko að fara í trans sko, allt í hann var bara stattur okkur í stjörnu. Geggjað. Ég er í sambandi við marga Íslendinga hérna. Þá kom ég ljós að þetta var bréfsnef. Hann var að læra íslensku. Og það var sko, þetta var einhver miklir mestari út í alheiminum sem að voru að taka móti einhverju orku og senda hana eitthvað áfram sko. En svo er annar, hann lærisveinn Helga P. Það er Kristmann Guðmundsson, rithöfundur sem var í Hveragerði. Kring 1950 var hann full að skrifa bók sem heitir Ferðin til stjarnanna. Þar er fyrsti science fictionin og íslensku og þar er náungi sem að sko en ég búinn að ljúka háskólaprófi og eitthvað svona og hann er að labba hérna í BS-inu og allt í einu sér kemur hana það er geimfar hana og það er maður hana sem kemur tilbúð. Já, ég veit allt þig að þú ert búinn að prófi og þú ert ekki giftur og svona og það bjóðar að koma út í geiminn sko. Og hann bara, wow. Og við erum svona lyfta. Var þetta sönn saga? Nei, þetta er sko, þetta er science fiction eftir Kristmann Guðmundsson sem byggir á hugmyndum Helga P. Já. Í staðinn fyrir að geimverurnar eru vondar, þá eru það sko þroskaðar í verur. Já, eðla. Og þær eru þarna komið til að kynna nokkrum að jarðarbúum stöðuna, þannig að ekki leitt jarðarbúum að komast inn í þessa hugmyndafræði fyrir núna. Já. Og það tók hann nokkra jarðarbúa meðal einn Íslending og hann fer til plánetuna Þetta er flott nafn. Wow. Og það er einhver dama sem að, sko, hann heitir og hann sko bara horfist í augu við hennar og hún verður ólétt. Hún er svo næm. Bingo. Já. Þetta er það sem ég er að tala um. Já, sko, þetta er ekki svo amerísku sögurnar sem alltaf Nei, einmitt. Það er þetta sem ég er að tala um, þetta er hérna. Já. Og svo kemur sko í ljós að það eftir sem hún fer innar í andrómetrinu, vetrarbrautina segja. Þá hérna eru þroskaðara fólki. Og það er sko einstar hana að þeir fara hana dálítið inn þeir að kanna hitt og þetta og þar er par sem er nakið og svífur upp í andrúmsloftið og þau eru ægilega þroskuð og þau eru einmitt í þess að senda eitthvað, veist,
orku á einhver svæði sem var allt í myrkri. Senda ljós. Já. Þetta hvergi amerísku myndi með það, þetta væri flott að gera þessa myndi. Þetta er þjóna, sko. Já, þjóna, allir að þjóna, sko. Já, þetta er svo geggjað. Þetta var guðvögt, sko. Já. Þú veist að Davíð, þú getur tekið þessa beinagrind og tróðin upp í raskataður. Já, mér sýnist það. Hún er bara farin, sko. Já, þetta er flott, maður. Þetta er, sko, bara eitthvað blað, sko, þú veist. Já, það er samt við ameríska bílasalan og svo flott að hann sko hérna frá að tala um Guð og sem sagt að hann sýndi honum að hvert þorp var með mismunandi áherslur sem voru ofsalega mikið í hljóði og músík, heilum og aðrir voru einmitt að vinna með jurtirnar og jarðveginn og landslægið og voru svona mismunandi áherslur og allt var rosalega, þú veist, svona eins og ég mitt að þið látið mig dreymum að þetta ætti að vera, sko. En er þetta hægt? Sérðu, er þetta séns, skilur? Já, sko, það er þetta að núna höfum við, þú veist, í mörgumstund ár hefur allir verið drepnir þessu skot eða þau hugsa ekki bara sko, leiðtoginn, sko. Þú ert að lífa ennþá? Já, nei, sko, ég er að tala 1000 ára. Já. Þú er ekki verið drepinn ennþá. Fyrst var það sko víkingarnir, þetta var fólki. Svo komu þeir hérna, tóku yfir kristnina, tóku yfir Skálholt með hann, ég held að Skálholt sem er eitthvað tíma frá þá við fólkinni sem var fyrir, þess vegna var mikið að taka yfir Skálholt. Og þess vegna var svo mikið reiði að kirkjan var alltaf brennd sko, að þessu fólki sem var hérna áfram. En að þetta flýja svo hátt eða einhvern veginn að ég Nei, já, svo hver á drepinn eftir Skálholt? Skálholt, drepnir? Já, það var sko aðeins og undan þessu. Já, bara hvernig sérðu framtíðin, sko, er þetta bara útópísk hugsun eða er þetta hægt að ná þessu? Já, ég var að segja að þetta var, sko, það var ekkert að gera á þessum tíma af því að það var svo rosalega kúgun og það var kristni sem var notað til þess að eyða, ég held að það er fullt af svona minjum eins og er á Írlandi þetta fólk, en það var alltaf mann eyðilagt hérna, það var svo mikilvægt að hérna var nefnilega móðurveldis, og rótin á móðurveldinu og það var það að eyða öllu sem tengdist því veist, hver Kerlingarfjöllin og alls konar nefnum Kerling sko. En svo að núna erum við konar að þannig tíma þar sem að upplýsingaflæðið við séum náttúrulega veist, mikið flæði af upplýsingu sem eru ætlaði til þess að láta okkur fara að horfa í villtar áttir en sem sagt við erum núna að tala saman og ég ættum að gera meira þess sem við ættum að tala saman og lifa þess að líka vera með en að gera meira þess sko, hvort sem við eldaði hjartaröðs og alls konar svona hugleiðslur og bjóða okkur öðrum í te og svona meira með samskipti að þá förum við að sjá þetta val veist, og þá förum við að muna raunverulega nánast eins og veist, að muna hver við raunverulega erum. Við erum að endur skilgreina verðmæti sko. Já, sko, það er búið að okkur upp við að við erum að vera víkinga, veist, að við séum víkingar og þessi eðl okkar að vera veist, predators og veist, það er ekkert búið að segja frá að við vorum álfar sem voru sko, tölum við dýrin og vorum allan tímann að sko, læra allir í náttúrinu og finna, veist, ef við tölum við dýrin þá tölum við þau dýr sem að segja það er eitthvað að, við þurfum að hjálpa, við getum sagt okkur ef er eitthvað að slæmt að gera þess og ef býflugurnar verða að deyja þá myndum við fá skilaboðum það veist, og geta leiðrétt að þessi næmni og þessi virðing og lærdómi sko, við lærðum að vefa í gegnum kóngulóna við lærðum við höfum lært svo rosalega margt af dýrónum veist, við lærðum að synda við lærðum að tala af fuglunum ég held að það var skógaþröstunum sem veist, þegar þú ert með skógaþröstum ofsalega flott þögn á milli svo kemur sko hann er að segja sko ég hef ferðast víða ég þekki margar tegundir af fuglum ég hef komið á mörg lönd og svo fer hann að kynna mismunandi fugla allt í ríkjónum veist, hann var að segja frá lóðinni sko. Ég þekki þessa veist, og hann er að grópa sig sko. Ég er víðförul, ég er miklu reynslu veist, það er konu sem þetta gerist líka í hérna Amazon og þá var það að segja sko það segja meðal hans ég þekki líka keðjusöguna og þeir þekki líka ljósmyndasnettin þeir þekki þetta allt saman þeir að grópa sig og sko kærleikannar hana þær þessi
það er sko, ég er alveg æðslega og miklu fíla mig og þá koma kallir veist, þetta er alveg eins og þessi einhver rosalegu ræðuskorningur frá að byrja síðan ræði alveg bara útpældur alveg sko. Og hann með þessi réttu sko, ef þú skoða tungumál þá er öll tungumál með þetta fyrir með þetta fyrst sko, kynning svo kemur og það er meiri pælingu og svo kemur niðurstaðan það endar á okkur tón sem að það er að passa við þetta þetta er alltaf sálfræðilega byggt inn í öll tungumál Ég fer að hlusta öðru svo kötti mig núna sko Kötturinn talar bæði með augunum Ég veit ekki eins og hvað hann heitir, hann er aldrei satt með það Ég veit ekki, hann er bara hana Það var köttur sem ég var með hana í Heiðmörk hann var bara, þetta var næstum eins og að vera giftu konu veist. Þó var þetta gamall köttur sem ég tók að mér sko því að hann var enginn sem gatt synd honum hann var svo mikið karakter að hann hafði ekki verið neitt úti lengi í búrum hann og hann fekk að fara út og hann var bara, veist, bara eins og það væri bara veist ekki hvað var að gerast svo eftir nokkra viku þá var hann svo öflugur hann kom með fugl sko og ég tók fuglinn út úr honum og sleppti honum og hann stökk 2 metra og náðum aftur og þetta gerist tvísvar ég þetta hoppa að henda fuglinn upp hugsaðir og síðan sko var hann sem í karakter að veist, hann lá alltaf á kottan hjá mér þá fór að koma vandamál að því hann fór að veiða fuglana og að þá kom sko flóin og ég var ekki hrifinn að fá flóna í mig alltaf og þannig að ég sett hann sko hann fyrir sér herbyggi beint á móti mínu herbyggi og kotta þar og var fínt en svo lokaði ég herbygginu af því að hann var með þetta vandamál, ég var reyn útskýrið fyrir hann fattaði þetta ekki en hann var svo mókaður að hann satt þarna og dyrnar voru opnar og ég gekk hann það fram í þau og fram niður hann satt þarna og horfði ekki á mig Ég skilja þetta ekkert hann var eins og, veist, og þetta gerði í marga daga Svo þurfa ég bara að sætta sig við þetta Ég þarf að sætta mig við hluti en sko við vorum alltaf í göngutúr hverjum degi saman sko þetta smá jaklaðist á honum en það var alveg ótrúlega sko ég hef reynst að því mitt að vera með konu sem að hefur hagað sér svona þessum liti Tryggvi, hvað hann að þú komið með eitthvað í lokin Ég held, þú veit svona einn af þeim fáu sem var komið inn sem ég held að þú þarf til að koma inn aftur sko veist, þetta er bara smá intro þetta er bara flæði sko þannig að viltu koma með eitthvað sem botnar þetta drasl og kjarnar okkur inn í einhverja gleði Já sko, við vorum að reyna að ná þessu að við getum komist í gegnum alltaf þessu sorg og sektarkennd og hort í augu við hennar og jafna okkur á því og faðmast og átta okkur á því að bara frumur og líffærin og þurfum að vera góð við líffærin inn í okkur líka og allt þetta þetta að við munum ná þessu að fara átt okkur á því allur sjamanism byggir á þessu og þessu skrítið með sjamanisman að hann er oft svo kynntur sem bara eitthvað svona hýrsiði sem hægt að gera inn í stofu en það byggir svo mikið á þessu sko þetta hef ég tengst aðeins inn á grænlenskan galdramann sem að hét Cooper Simon það var rosalega gaman að segja frá honum kannski alveg heila þátt en hann segja að nær samtíð dýrin alveg frá barnasku sko og þetta er ofsaleg saga og hann þarf að vera sko í mitt alveg svo verður að tala að við verðum svo bat sko hann þarf að vera opinn og segja sko ég er opinn fyrir að sjá ykkur og það sem gerir svo að allt í einu breytast einhver dýr í mannesku hann segja að sá sem sagt hvað heitir það Marjörlu hreiður og það var dauður ungi hann tekur hann svona upp og óæðilegt og fer svo til mömmu sinni og mamma segir hvað er svona hryggur hann var dauður ungi þarna og hann segir í hreiðinu hann segir farðu aftur og blást upp í rassinu á hann og gogginu á hann hann fer hann og gerir þetta svo stendur hann líka hann á alveg kjör og hann heldur að þetta sé gangi og bara þá kemur svona kippur í hann fuglinn ungan og þá birtist allt í einu maður hvað? Þú er bara galdramaður hann var í vesti sko og var flottur og var svona að grafa hérna sko sem bara hérna og hann segi, nei ég er ekki galdramaður mamma sagði mér að gera þetta hann segi, hvað? Þú er ekki að vera galdramaður
og svo kemur allt í kona sko það kellingin sko og hún líka með svona græður og svo flott klædd og þessi, hann var að fá eitthvað fyrir þetta velun og þau fara leiðir eftir hvernig að taka ákveði strá og hann var að góð við maður og hann gerir þetta blæsir alls frá hlutir og svo fer hann sko í gegnum þetta að mamma sér hann að gera hann að segja manni til þess að hann á að hefna hann var ofsalega illa með pappans og mamma og hann þarf að vera svo öflugur og hún kennir að kenna hann og hann kynnist alls konar dýrum verður svo vinur dýrana fær hjálpa dýr og þau sem sagt mér að segja hvað heitir hérna í fjörunni eitthvað svona dýr sem er að kynna hann í perlunni hvað heitir það aftur hérna litla dýri sem að marflær eitthvað marflær, já marflær, hann verður vinur marflór og það er sérstu tekník hvernig það náði því en síðan hjálpa marflóðunum er að vinna hérna róðrakeppni það var svo hrifin einnig stelpur sem var í Gunnubotnum og hann var á kajak sko og hann gat grækt og hjálpaði þeim sko að verða ekki seinasti og þannig var þetta hlaðnast í Gunnubotturinn og þeir segruðu sko af því að það kom alltaf hann kallaði þessa sko hjálpadýrin þessa hérna marfló og það kom bara alltaf 1000 marflóar á bátinn og hjálpaði og það er ekki hægt að trúa þessum manni ekki, hann er svo einlægur hann segir að svo koma Márujárnar í lokin þegar hann sko hann ákveður að hefna sín ekki þegar Kristinn kemur þá hugsa með sér að hann er komið með börn og hann vildi ekki tefla öll í tí sínu að fara að ögra einhverjum brjálæðingum þetta var sko ástæðlega svartakaldur hann á Austur-Grænlandi og þannig að hann verður bara kristinn og þá segir presturinn þú ert að segja söguðina sko og þá segir hann alltaf sögu og rétt þannig þetta lit þá koma Márujárnar aftur til hans og það eru sko það eru að segja þú átt ekki að gera þetta þú átt ekki að þess að hann er svo hissa hvernig getur kristinn gengið ef hann er ekki neinn tengsl við þessi dýr að það er engin tengsl við dýrin í þessu kristnipælingum og Márujárnar segja passa það hvað er þetta að gera og útrúlega hvað dýrin var hann eru lifandi hann í þessu hann segja ef við föttum þetta að músin er ekki svona óastalega vitlaus og þessi fuglar eru svona göfur og komist í tengslum við þetta hugarástand sem að Elgido var í og forfeður okkar að þá opnast alveg bara heilu heimarnir þurfum að fara að hlusta og það er svo mikið og ég var að segja þetta að Legolas hefði verið svona næmur af því að það var kannabis er elsta jurtin hún er alveg svo rollan, hún er nýtt ekki bara lappirnar og hausinn og gattindar og leikvöng sko hodnin allt nýtt 100% alveg með hampinn það er hérna fræin blómin, stilkarnir búin til föt og svo var það hérna líka hérna nettunar er líka rosalega gamlar í þessu allt sem er nýtt svona gjörnýtt það er að segja og þá var þetta fólk það fekk í sig þessi blóm líka í svona nettumæli alveg sem við erum að tala með CBD textin og örlítið þínu að þá var bara þetta, það kemur svona skínandi í þetta fólk það eldist hægar það er hérna, húðin er góð það er ég er gallinu mér, ég er reiki sko þá er ég að taka alls konar drastir í blóð prófa að borða þetta maður og móti kemur ég stundar mikið böð þú borðar þetta bara þetta er hampurinn borðaði, þetta er eftirrétturinn þetta er eftirrétturinn wow. Ég elska þessi virtalega sko alveg í gegn og þannig með þessar aðferð sko að vera svona næm og svo sko, sveppirnir þeir eru sílusveppinir og kannski rauðhvíti þegar ég reyna að kynast svona líka en það er skaldamjörður sko en þessi sveppur drekkur hann eða? Já, drekkan eða borða það sko það er mörg stig á honum lítið, aðeins meira enn meira en litli sveppurinn er sko þið þekkið hann að María Sabina ekki litla konan í Mexíkó sem að kynnti allum heiminu fyrir þessu sveppu og það er hægt að sjá þetta á YouTube það eru nokkuð myndbönd með henni María Sabina okay. Og hún verður alveg sko, hún verður 80 eitthvað og hérna þessi maður Gordon Wasson sem skrifar bókum hérna Soma sveppurinn hann fer til hennar 1956 eða eitthvað og síðan skrifar hann rosalega grein í einhvern New York Times eða eitthvað
og allt í einu kemur bara fullt af fólki til hennar sko, og þú veist, það var næstu áttu bara hendir út úr þorpinu þetta var það pláu hérna fyrir þetta samfélag allir þessi hippar sem komu til þess að Maríu Sabínu en við sjáum hann það, hún í heilunarferð, hún heilar með því að hún tekur smá handfylgja þessu sveppi og kona sem hérna í myndbandinu ólega þrútin lappir á henni og ólega sorgmætt og þunglindisleg og hún að hjálpa henni og hún tekur líka sveppi og síðan hún bara með bænir og hæ og veist, hún byggði til Jesú, hún byggði til afa síns sem var góðseiðmaður og hún byggði til allt sem að hún til að vera gott sko. og hún svona stundum að tala þessu konna hvernig við þetta til eitthvað svona og það hérna báðir í þessu ferðalagi og María Sabína fer faktist ég með ekki ímyndið mér að hafa verið kannski einu sinni í viku eða kannski oftar alla sína ævi tekur hún þessa sveppi með þessu fólki og það byrjaði þannig að hún var bara pínleiti stelpa pappina hafði orðið ofdrykkjumaður og búin að drepa sig og frænkana var að deyja þetta var síðasti ættartenging og hún fer út í skóginn pínlítil og hún veit að hún á að tína þessa sveppi það eins og hún finnur á sig eitthvað tína sveppi og þá kemur einhver rödd inn í hennar sem segir við hennar þú átt að fara og taka þessi blóm og gefa frænkuvinni, þá var hún heil svona byrjaði hún sína lækningalist og hún að þessu til 86 ára og hún bara, veist pínuldi grindhorfið hrukkótt kona með 1950 eitthvað sko hún lifið til 80 eitthvað það maður bara skilur ekki hvernig þessi pínulitla hrukkótt kona getur sko verið svona merkileg það sem þú ert að segja það að við þurfum að fara inn í grassið einhvern veginn að skynja þetta allt saman með okkar innri líffæri þau eru barnættið á hvað er að gerast sko. Sem við hefum mjög mikið sko, en sem við náum með því að einhvern veginn þurfum að verða eitt með öllu já, við bara virða allt sem kemur eitthvað signal inn í líkamann að virða hvað það er, veist, þetta er svona endalaus huglitla ef að músin kemur veist, og virða þetta er náttúrulega allt verið þessi líf sko. En auðvitað getur maður kannski ekki alltaf verið allt öðruvísi en hvað? Nei að vera, veist, já, sko, rauninni ættum að hafna öllum verkfærum hugsa ykkur, ef við farið og hlustið á disk sem er til í öllum bókasöfnum sem heitir Bernsku heimili Ólafar frá Hlöðum þá fóðu að frétta af stað þar sem var eiginlega engin verkfæri til og allt gekk bara út á að heyja á sumrin og vinna ull á veturnar og síðan að segja sögur og þetta er ekki svo langt síðan hugsaður og samkendin í þessu litla herbyggi Tryggvi, það er búið að vera himnest að fá þinn í kvöld sko. Og ég er hérna bara einhverju tantrískri orgasmu mér finnst þetta bara frábært Mér finnst þess að við séum bara bræður einhvern veginn frá einhverjum fornum tíma við erum bræður frá fortíð og framtíð frá fortíð og framtíð En við ætlum að fá að koma á heimsækið í Rauðavatn og það væri kannski spurningum að taka þannig bara eitthvað tátt þar einn daginn. Og hvernig verður það næst? Þú talaði líka að kveikja eld, sko, þá getum við verið yfir eldi. Algjörlega, sko. Tekið einhvers konar vígslu kannski, mannvígslu. Já, minna. Eða manndómsvígslu. Sko, það er hérna fólk í Sundahöfni hérna, hvað heitir það hérna, Guðunessi? Já. Það er sumir sem er að tala um svona sambýli og svo er eitthvað annað lið sem er búin að fá skemmu sem allir geta fengið að búa til svona lítinn húsvagn og það er kannski ekki svo vitlaust að einhvern veginn kannski prófa að tala við þau eða sú hugmynd af allir eigi lítinn svona vagn eða líka hægt að vera með húsbíl sem er hægt að engu sætið aftur í það sem þetta leggja sig og þetta er svona tækið þess að leita að staðnum hvað maður ætlar að sko ég held að við að vera með nokkuð alveg einu staði faktisk svona í framtíðinni sko alltaf þegar við segjum við varum þorp sem að byggjum hérna inn með þá varum við stundum sko með svona vetrarsvæði og svo stundum með sumarsvæði við erum alltaf bara kjör sko og sem sagt að einhvern veginn við erum ekki að vera einhvern veginn halda að við þurfum að vera alveg bara húgt á einhvern eitt frímerki heldur sko eins og sniglar einhvern veginn, já þetta náttúrufólki var svona einhvern veginn en það var saman sko það ferðaðist saman svona og
en að einhvern veginn að þetta fólki fara þetta með hugmyndi með smáhísin sko og þetta að þurfa ekki mikið og að fatta að við getum kannað landið og alveg næmari fyrir hvað það var einhver stað sem dregur ykkur að. Ég held að mitt svæði sé kannski ekkert endilega það eina sem komið til greina. Ég hef verið að láta dreyma að gera sandsteinshella fyrir austan Heiði eða einhver stað upp á Heiði. Margir kannski vilja vera nálægt Reykjavík þegar margt sem var þér en ég hef hitt mann sem að fór bara að setja niður tré ákveðnu svæði og allt niður fíla það bara, veist. Það má. Og þá verður það smá saman eins og hans kósistaður, hann byggja svona smá kósistað og allt í raun gæti hann farið þannig að það eru meira kósi. Að læra inn á jurtina, læra inn á, veist, og ég veit ekki hvað. Fuglana, að læra, veist, og ekki bara í bókmenntir sko, inn í skóginum og með árleikni. Veist, við þurfum að ná, þeir segja að hafa verið 30%, 40% skógur, að birkiskógur. Þetta, við sjáum það væri ekki neitt skógur hann í kringum Rauðavatn ef það hefði ekki verið þetta fólk sem að bjóð til sumarbústaði og svo bara eru þeir horfnir núna og þetta er bara gjöf til framtíðar kynslóða. Amen. Tryggvi, keyrðu varlega heim. Já, gaman að sjá þig. Það búið að vera svo frábært að fá þig og bara farði í fyrir þig, bróðir.